Í dag ætla ég að nýta útgáfu af Intruder. Intruder flugur eru svona ákveðin útgáfa af straumflugum sem að nýta sér það að vera hnýttar á svona legg og eru með krókinn svona hangandi aftur úr. Þetta gefur svona aðeins öðruvísi hreyfingu í fluguna og þessar flugur og þessar útgáfur af þessar tegundir af flugum eru mjög skemmtilegar að veiða á svingi ef maður er að svinga kannski yfir stóran hil. Og þessi útgáfa, það er að segja þessi dentist útgáfa sem ég ætla að nýta, hefur reynst gríðarlega vel í sjóbirting undanfarin ár og óhætt að mæla með henni. Nú eins og ég segi, hún er hnýtt flugan á svona legg og ég er komið með legg í væsinn frá flugubúlunni. Þetta er nýtt í búðinni, allavega þegar þetta myndband er tekið upp og eins og við sjáum hérna uppi þá er ég með 30 mm. Þetta er hérna megin. Þessi leggir eru til í nokkrum lengdum, flottir í svona Intruder flugur og líka frábærir í hérna skal ég segja ykkur, Game Changera, þetta alveg úr mér. Nú ég ætla að nýta þessa flugu svona mestuleyti með Nanosilk frá Semperfli. Þetta er 50D sem myndi útleggjast sem 12.0 og við byrjum þessa flugu í rauninni bara nákvæmlega eins og þegar við nýtum nobler eða eitthvað þvíumlíkt. Það er að segja að við byrjum á að festa augun og ég er með augu sem eru einnig frá flugubúlunni. Þessi eru svona UV appelsínugul, fluorescent orange stendur hérna. Þessi augu eru til í öllum litum regnbogans nánast í flugubúlunni og einnig nýtt, eins og ég segi, eins og leggirnir þegar þetta myndband er tekið upp. Mjög skemmtilegt að leika sér með mismunandi liti og augun gefa svona smá auka hotspot eða auka svona accent í fluguna finnst mér. Og passa vel við þessa dentist útgáfu. Byrjum bara að festa augun eins og við erum vön að gera. Sjáu þegar ég er að hnýta að leggurinn er svolítið svona svagari heldur en ef við varum að hnýta á krók og það er bara í góðu lagi. Smá sapp á þráðinn. Svona. Og að því að við ætlum ekki að nota festinguna hérna að aftan í neitt, það er að segja að við erum ekki að nýta Game Changer, þá förum við bara óhrædd með þráðinn hérna aftast og festum þetta saman. Þetta er stundum svona. Þannig að látum þetta ekki trufla okkur. Svona. Nú ég ætla að hnýta krókinn strax, það er að segja vírina sjálfsögðu og hafa krókinn með. Það er eins og ekkert til fyrirstöðu að hnýta þessar flugur í rauninni eins og við myndum hnýta túpu, það er að segja að hafa bara vírin aftur úr og bæta síðan bara krók við þegar við ætlum að nota fluguna svona eins og við værum að hnýta túpu. En hún kemur svona aðeins fallegar út og það er auðveldara að átta sig á hlutföllunum ef við erum með krókinn á meðan við hnýtum fluguna. Þannig að við gerum það svona í þetta sinn. Nú þegar ég hnýti vírinn þá leggst hann svona sikkvara megin hérna við legginn eins og þið sjáið og það er ágætt að hafa í huga að við viljum að krókurinn lendi svona eins beinn
og frekast unnt ef hann hallar í aðra hvora áttina þá hefur það svona smá áhrif á hvernig flugan, kannski ekki hvernig hún veiðir en hvernig krókurinn lendir í munnvikinu á fiskinum. Þannig að það er ágætt svona að reyna að hafa þetta eins beint og við getum. Og þegar við erum búin að stilla honum upp hérna aftan, þá fyrir við bara með þráðinn aftur fram afsakið. Og það sem ég ætla að gera til að geirnegla þetta er að ég ætla að taka vírinn hérna og þræða hann í gegnum augað á leggnum. Svona ef það ætlar að ganga upp. Þá fer hann svona yfir augað. Snýgum við leggnum við. Og festum hann niður undir leggnum líka. Þetta ætti að halda vírnum vel og vandlega og ætti ekki að fara á neitt ferðalag. En þetta er ekki nauðsynlegt. Við setjum duglegt magn af sapagappi yfir þetta líka. Þannig að þetta fer ekki neitt. Svona þá ætti sapagappið að vera orðið þurrt og þá getum við byrjað að hnýta búkinn á flugunni og fyrsta efnið sem við hnýtum, það er þetta efni hér frá Spirit River, UV Diamond Bright, röst orange liturinn. Það er þetta að nota í rauninni eins og í öllum þessum hnýtingum. Hvaða liti sem það er algjörlega í ykkar höndum. Mér finnst þessi litur koma vel út í dentisnum og við ætlum að splitta þræðinum eða gera dubbing lúpu. Bara það sem að ykkur hugnast. Og setja bara dálítið góðan brúsk af dubbi hérna inn í þráðinn og spinna. Og það sem við erum að gera er að við ætlum að búa til smá hérna hól hérna aftast og hann má alveg vera dálítið efnismikill og hann má alveg ná yfir klemmuna. Þannig að næsta efni sem við hnýtum inn, það gerum við hérna fyrir framan klemmuna eða næluna. Þannig að hún hefur svona minni áhrif á hvernig þetta lendir allt saman hjá okkur. Þá geta að busta aðeins út og það sem þetta gerir er að þetta býr til svona smá diskó aftan á flugunni og smá svona sjal utanum vírinn. Sem er þó ekki lykilatriði en kemur vel út. Nú næsta efni, það er Slappen Hot Orange og þess ætlum við að hringvefja hérna fyrir framan dubbið. Og það er dálítið hringvöf í þessari flugu. Við höfum eftir að setja Marabou sem að getur reynst svolítið snúið að hringvefja því en við förum bara í gegnum þetta saman og að því að við ætlum að hringvefja þessari fjöður þá er ágætt að bleita fingurgómana örlítið áður en við byrjum að vefja og draga fanirnar aftur og ekki hafa ágjör á því að þetta sé ekki að leggjast akkurat eins og við viljum. Við getum átt aðeins við þetta bæði með því að bleita fanirnar örlítið og líka bara með þræðinum á eftir.
einni viðbót. Notum alltaf vinstri hendina til að draga fanirnar aftur. Festum þetta niður og klippum. Lítur ekki vel út, en engar áhyggjur. Þetta er nokkra vafninga hérna yfir. Betri nýtt. Við erum ekki alveg hætt í diskóðinu. Ég er með hérna frá Frötin, Angel Hair. Alltaf Gold heitir þessi litur. Tökum nokkra þræði af sænska undraefninu. Og nú gerum við bara í rauninni eins og við værum að nýta nobler eða olíuböggar og leggjum hérna nokkra þræði hérna á hliðina. Og síðan á hina hliðina líka. Og þetta ætlum við að stytta eins þannig að þetta má nú svo sem alveg leggjast. Það ekki að vera alveg fullkomið. Sirka jafn langt og krókurinn. Má alveg ná aðeins aftur úr. Nú ætlum við að færa okkur hérna aftur að, eða fram að augunum, réttara sagt. Og hérna er hægt til dæmis að dubba bara hérna legginn. En við ætlum að vera flott á því og setja svona mirror tinsel frá Semperfli. Þetta er gilt eins og glöggir sjá. Gerum þetta bara alveg eins og við varum að nýta streamer sem við erum vissilega að gera. Áður við vefjum. Það var ágætt að setja smá sapp hérna á legginn bara svona til að tryggja þetta allt saman. Reynum að gera bara jafna vafninga en líkurnar á því að þetta sé að fara að sjást í gegnum marabúið. Þær eru hverfandi en það er ágætt að vanda sig samt sem áður. Festum tinselið. Og klippum. Hvað haldið þið? Stórgott. Þá byrjum við í rauninni á því að gera það sama og við gerum áðan. Það er að segja næsta efni hérna upp í augun. Það er Dubbi góða frá Spirit River. Og gerum bara nákvæmlega eins, tökum smá brúsk og splittum þræðinum. Má alveg vera dálítið gróft. Svona. Og við sjáum kannski að ég er að byrja að vefja dálítið fyrir aftan augun. Eins og ég segi við eftir að setja hérna marabú og síðan kraga af slappen, þannig að það er ágætt að gefa sér svona smá pláss til að vinna með. Lítur þetta svona út. Svona. Á þessu stigi málsins, nú
erum við að fara að vefja marabú, þá er ágætt að taka hérna einhvers konar kork eða svamp og setja hérna á krókinn. Við erum að fara að vefja, eins og ég segi, marabúið utanum legginn og við erum svolítið að greiða aftur og svona og ég get ekki einu sinni talið hversu oft ég hef búin að stinga mig á þessu krók hérna þegar ég verið að nýta þessa indurútera og þetta hérna hjálpar aðeins við það, mæli sterklega með. Nú marabúkraginn eða marabú sjalið í rauninni utan fluguna. Þetta bara svartur marabúi. Ég mæli sterklega með að þið farið aðeins í gegnum pakkan ykkar af marabú og veljið fjöður sem er góð. Þetta misjafnt í þessum pökkum eins og gengur og gerist. Oft eru fjaðrirnar svolítið klestar saman eftir litunina. Mæli með að geyma þær kannski í þá skottanoflurum eða eitthvað svoleiðis. En hérna taka svona betri fjaðrirnar og nota þær þá í þetta verkefni. Nú og þegar ég undirbý marabú fjöruna, þá ger ég það bara nákvæmlega eins og ef ég væri að vinna með slappen. Finn hérna endan uppi hérna og dreg fanirnar fyrir neðan aftur og bý mér til svona smá tagg til að hnýta niður. Tryggjum það vel og vandlega. Svona, nú það ágætt að taka það fram að þetta svona eiginlega skref í þessari flugu þar sem manni finnst maður vera klúðra öllu. Að vefja marabú drepleiðilegt ef ég nota bara hreina íslensku og þetta lítur oft út fyrir að vera algjörlega í ruglinu en ef við sýnum bara smá þolinmæði þá bjargast þetta og við gerum þetta bara nákvæmlega eins og ef við værum að vefja hvaða aðra fjöður sem drögum fanirnar aftur við hvern snúning eða hvern vafning og vefjum í áttina að augunum. Og muna þolinmæði ekki örvænta. Já, allt í lagi. Þegar við erum sátt komum við þráðinn yfir og festum þetta niður, stilkinn þar að segja og svo nokkra vafninga í viðbót. Svona, og ef þið eru með nál eða greiðu eða eitthvað það ágætt að fara með hana svona í gegnum. Athuga hvort það sé einhver fön hérna föst sem svo sem ekki óeðlilegt og sjáu þið hérna, nú ég að taka marabú og draga hérna aftur og svampurinn góði, hann að bjarga því að ég þurfi að fara upp á slysadeild. Það ágætt að bleita fingurna örlítið bara svona til að ná betri stjórn á efninu, þannig að við sjáum svona almennilega hvernig þetta lítur út. Þetta bara nokkuð gott. Nú þá það síðasta efnið og áður en ég nýti það, þá ætla ég að losa mig við nanosilkið. Og klára fluguna með öðrum þræði. Það bara hvaða appelsínuguli þráður sem Við verðum með appelsínugult slappen og við erum með appelsínugul augu. Hvíti þráðurinn nanosilka vill stundum svona kontrasta aðeins og mikið. Þannig að það ágætt að klára þetta bara með
þræði í takt. Svona. Og eins og ég segi, það bara önnur slappen fjöður. Og þegar ég nota þetta slappen, tek ég hérna neðan á fjöðrinni. Gef mér svona aðeins, verður svona auðveldara að vinna með hana. Svo leggjum við bara fjöðrina upp að, tryggjum hana svona nokkurn veginn. Svona. Svo bara eins og alltaf notum smá raka, það getur verið vatn sem þið eru með á borðinu eða bara hreinlega munnvatn og drögum fanirnar aftur. Það svona smá snúningur á þessari fjöður sem að gera þetta aðeins erfiðara en ég held að þetta sleppi samt í okkur. Svona lítur ekkert sérstaklega vel út en engar áhyggjur, þetta bjargast. Stórgott. Tvö hérna sem eru að trufla mig. Svona. Nú áður við hnýtum endahnútinn, þá ágætt að setja smá lakk á þráðinn. Ein óþolandi fön þarna sem stendur út í loftið. Hlakka til að klippa hana. Svona. Og þá getum við tekið korkinn, eða svampinn þar að segja, og getum staðið nokkuð skamlaust upp frá þessu. Dentist Intruder, algjör negla í sjóbyrting og í rauninni hvaða urriða sem er. Klár og tilbúin í boxið. Takk fyrir mig.